Gísls þáttur Illugasonar. Á dögum Magnús konungs kom utan af Íslandi til Noregs sá maður Gísl hét. Hann var sonur Illuga Þorvaldssonar Tindssonar. Tindur var bróðir Illuga svarta. Gísl var 17 vetra gamal þá hann fór til Noregs. Hann lét lítið yfir sig og var löngum hljóður. Hann tók sér vist með ríkum manni hét Hákon af Forborða. Gísl lét fátt til sín taka vetrinn og var aldrei glaður. Hákon mælti eitt sinn til Gísls: Ég hefi hugleitt skaplyndi þitt og sýnist mér þú jafnan með miklum áhyggjusvip og mun vera annað hvort að þú býst við stórræðum nokkurum, ella eru þér stórir hlutir á höndum. Nú seg mér hvað þér býr í skapi og þótt þú eigir stórt að ræða, mun ég mega leyna. En ef þú vil eigi segja mér og farir þó svá héðan til nokkurra stórvirkja, þá mun mér það illa líka. Gísl svarar: Þú getur rétt og skal ég segja þér satt af. Maður heitir Gjafvaldur og mér sagt að nú sé hirðmaður konungs. Gjafvaldur var að drápi föður míns og veitti honum bana sár, svo að ég sá upp út á Íslandi með Þormóði Kollasyni, mági sínum. Nú ég því komin hér til lands að ég ætla að fá hefnd föður míns eða liggja hér drepinn. Sú óvæn ætlan, segir Hákon, því að Gjafvaldur með Magnúsi konungi í miklum kærleikum og mun útlendum manni eigi hægt að ná honum. En ekki skal ég gera þér til ólíðs. Magnús konungur satt hann vetur í Niðarhúsi og Gjafvaldur með honum, virður. Gísl fór til bæjarins og gerði það bragð á með ráði Hákonar húsbónda síns að hann lét steypa heitu vaxi í andlit sér og lét þar harðna á, var hann þá vanheilegur að sjá. Hann sat Gjafvald og fengust honum eigi hægleg færi á. Það var ein þvottadag að Gísl stóð við stræti nokkurt snemma dags og heyrði hann gný mikinn. Hann sá hvar Magnús konungur fór og sveit mikil manna með honum. Þar sá hann Gjafvald. Þá gekk kona út úr garði einum og hafði barn í faðmi. Þar var Helga Þormóðsdóttir kona Gjafvalds. Hún kallaði á hann og gekk hann til fundar við hana, en konung og sveitina bar undan fram. Síðan gekk Gjafvaldur að strætinu við annan mann. Þá sneri Gísl í móti honum og hjó til hans. Kom höggitt á öxlina, hljóp höndi niður en gekk eigi af. Gjafvaldur snerist við honum. Gísl hjó þá á aðra öxlina og fór það sár nær því sem fyrra. Fell þá Gjafvaldur. Gísl hljóp ofan á bryggjurnar þar sem flaut ein bátur hlaðinn skíðum. Hét sá maður Þorsteinn, íslenskur, lítil vexti átti bátinn. Gísl hljóp út á bátinn til Þorsteins og svörfuðust skíðin utanborðs. En hann reri yfir til bakka. Og þeir komu á ána miðja stóð Gísl upp og kallaði á bryggjurnar: Sár þau, segir hann, fengið hefur Gjafvaldur hirðmaður Magnús konungs, ef að sárum gerist en víg, ef að vígi gerist lýsi ég mér á hendur. Hét ég Vigfús í morgin, en í kveld vænti ég að ég heita Ófeigur. Síðan lenda þeir upp frá bakka og hljóp Gísl þar á land. Þá var blásitt í bænum og farið að leita mannsins bæði á skipum og landi. Hann fannst í hrísum nokkurum og var færður til bæjarins. Konungsmenn kenndu Þorsteini að hann hefði flutt Gísl yfir ána og gáfu honum sök á,
sögðu hann og dauða verða. Þá mælti Gísl, gefið honum ekki sakar af því hann engu af valdur. Gísl greip til Þorsteins hann gekk hjá honum. Var hann svo lítil að hann tók varla undir hönd honum. Gísl varp honum á loft annarri hendi og mælti, sjáið nú hér til, segir hann, hvað mundi veslingur þessi varða mér bátinn, ef ég vilda til sækja, ég veifi honum sem barni. Látið hann fara í friði því að hann saklaus. Þeir gerðu svo og sögðu að Gísl talaði vel og drengilega. Gísl var settur í fjötur þann gera hafði látið Haraldur konungur Sigurðarson og engi maður hafði úr komist. Hann sat í jarðstofu einni kona nokkur átti völd á. Þá var fjölmenni mikill í bænum, þar voru 3 Íslandsför. Réð fyrir einu skipi Teitur, sonur Gissurar biskups. Þar var þá og Jón prestur Ögmundarson síðan var biskup að Hólum og var eigi færa íslenskra manna í bænum en 300. Magnús konungur var ákafa reiður. Satt hann á stefnu og bæjar biskupinn með honum. Og þar var Jón prestur. Hann var vinur biskups. Konungur bað drepa mannin í því hvað við nónklukka. Konungur mælti nú nón og sjáið til sólar. Svo var þá gert og var öndvert nónið. Þá mælti biskup, herra, eigi verður maðurinn helgar frið á sér, þótt hann hafi stórt til gert. Konungur mælti, þetta prettur yðvar og hafið þér ráðagerð í móti mér. Eigi það herra, segir biskup, en sjáið svá fyrir sem best samir. Síðan söfnuðust saman íslenskir menn, váru þar margir frændur og vinir Gísls og ræddu málið hverja maðferð hafa skyldi. Sýndist þeim mikill vandkvæði komið og urðu eigi ásáttir. Nú kom dróttins dagur. Var þá sent til konungs og sagt að Gjafvaldur vildi finna hann. Konungur kom á fund hans. Þá mælti Gjafvaldur, nú vil ég skipa herra til fjáregna minna því að eigi veit hversu langt tóm til gefur. En biðja vil ég að þér gefið Gísli grið því að skörulega hefir hann heft síns föður. Þess engi ván, segir konungur. Gjafvaldur mælti, það veist þú konungur að mjög lengi hef ég þér fylgt og lagt stundum mitt líf fyrir þitt líf og verið búin til þess alls en þú hefur viljað fyrir mig leggja hvort sem var gott eða illt. Nú kann vera að sjá sér inn síðasti fundur okkar. Hefi ég nú talað við kennimenn og gert þeim í kunnleika ráð mitt og tekið þjónustu og segja þeim mér svá að ég mun vera hjálparmaður ef nú fyrirgef ég það við mig misgert. Nú vænti ég þess herra að eigi munir þú byrgja svo fyrir mér himinríki að sjá sér dauða maður. Besta ferð þér, segir konungur. Gekk hann í brott en Gjafvaldur andaðist litlu síðar. Snemma annan dag vikunnar áttu Íslendingar stefnu. Þá mælti Teitur, hér horfist eigi skörulega á vart mál ef samlandi var og fóstbróðir mikilsverður drepinn. En allir megu vér það sjá hversu mikill vandkvæði að bindast við mál þetta að sá veðsetur sig og fé sitt. Nú legg ég það til ráðs að vér gefum á konungsdóm. En ef þess skal engi kostur að maðurinn hafi líf, þá sem vér allir drepnir eða hafim vátt mál ella. Viljum við þeim að fylgja formaður gerist. Þeir kváðust allir hann vilja fyrir sér hafa og hans ráðum að fylgja. Hann segir, svá megu þér ætla að allir skulu þér sverja mér eyða að hvorki spari þér yður né fé yðvart til þess sem ég vil framfara þetta mál. Þetta gerðu þeir, eftir það tóku þeir bað og í því var blásið. Hljóp Teitur þegar úr baðinu. Var hann í skyrtu og glímbrókum og hafði gullhlað enni, en yfir sér skallat skikju hálskipta rauða og brúna og undir grá skinn og snúið úr skinnunum. Þá váru þar saman komnir allir íslenskir menn, en það eigi allt í senn blásið og menn koma til mót. Þá mælti Teitur,
Snúum nú þegar að stofunni þar sem Gísli og verðum fyrri að bragði en konungsmenn. Þeir gengu snúðugt eftir strætinu og varð af gnýr mikil en kona hafði gert skjá fyrir stofuna. Hún hljóp af húsinu og sagði Gísli: Mikil óhamingja er það að þú komt hér niður, því að nú fara hér konungsmenn. Gísl svarar: Látum okkur ekki það angra, fóstra, en hvað þá vísu þessa? Kátur skalk enn þótt ætli aldrán viðir skaldi jörn takos að orna undateins að beinum, hver deyr segr en svarri snart streng skapa hjarta prúður skalk enn í óði eitt sinn á þrek minnast. Kátur skal ég enn vera þótt menn ætli mér dauða, járnin taka að orna mér beinin, fæturnir bókna undan fjötrunum, hver maður á að deyja, kona en mér gefið hugbrot hjarta, ég skal enn einu sinni minnast prúður á þrek í óði mínum. Því næst huggu þeir upp hurðina og brast við hátt. Þá at eins sá menn að Gísl kipptist við og þó lítt. Teitur hjó af honum fjöturinn og tók hann í sinn flokk, gengu svá til mótsins. Þá gekk öðru megin að mótunni Sóni gestshöfðingi og ætlaði þá eftir manninum. Hann mælti: Eigi váru þér nú tómlátir Íslendingar, hygg nú að þér ætlið yður dóminn mannin en eigi konungi. Er það og vel að þeir ræki minni til að hvað þeir hafa gert þennan morgin, og reiðst hefur Magnús konungur minni mótgerðir en drepinn sé hirðmaður hans af þeim mörfjöndunum. En þingið var sett, þá stóð upp Sigurður Ulstrengur og mælti: Það ætla ég að flestir menn munu vita að veginn var lögunautur vár, Gjavaldur, kom maður af Íslandi útan og þóttist eiga sakar við hann og hafði þá atferðina að hann veitti honum þegar banasár, leitaði eigi eftir bótum sem öðrum mönnum títt. Oss svá sýnast konungsmönnum að lítið mun fyrir þykja að bleðja af hirð konungs, þessa skal hafa atföruna að höggva niður hirðina. Má vera að þeir láti svá ganga allt að höfðinu og þyrmi eigi heldur konunginum en öðrum mönnum. Nú slíkt mikil endæmi og stórrefsinga vert og eigi að bættra þótt það sé tídrettnir af íslenskum mönnum sem ein af várumönnum og hegna þeim svá sína ofdyrð að taka menn úr konungsvaldi. Síðan þagnaði hann. Þá stóð upp Teitur biskupsson og mælti: Hvátt vil konungur leyfa mér að tala erindi. Konungur spurði mann stóð hjá honum: Hver sá maður, segir hann. Hann svarar: Herra, það Teitur biskupsson. Konungur mælti til Teits: Fyrir engan mun vil ég þér leyfa að mæla, því að öll þín orð, þau þú mælir, munu mikill spilla og væri maklíkt að úr þér væri skorin tungan. Þá stóð upp Jón prestur Ögmundarson og mælti: Vil konungur leyfa mér að mæla nokkur orð? Konungur spurði: Hver mælir nú? Maðurinn svarar: Presturinn sá hinn íslenski, hann Jón. Konungur mælti: Leyfa vil ég þér að tala. Þá hóf Jón prestur sá mál sitt: Guði það að þakka að löndin kristin orðin Noregur og Ísland, því að áður óðu saman menn og fjandur, en nú gengur fjandinn eigi svo djarflega í sín við menn. Fær hann nú menn til að berja fram sín erendi, sem skamt á að minnast, að fjandinn mælti fyrir munn þessum nú talaði. Var fyrst veginn maður ein, en síðan fyrsti hann að drepa skildi 10, og það hygg ég að slíkir menn muni mest að vinna í sinni ilgirð og vándum fortölum, að eyða réttlæti og miskun og öðrum góðum siðum höfðingjana, en hvetja þá og hvessa til grimðar og glæpa og geðja svá fjandann í kristinna manna drápi. En jafnt vér, herra konungur, þínir þegnar sem þeir hér innan lands. Skildu þér að því hyggja, settur hér í heiminum höfðingjar og dómendur yfir fólkinu, að þér berið merking þess dómandans koma mun á efsta dómi að dæma alla veröldina. Nú mun yður, herra, mikill við liggja að þér dæmið rétt að dóma en eigi ranga, því að til hvers þings
og móts kemur sjálfur almáttugur Guð og hans heilgir menn. Vitjar Guð góðra manna og réttra dóma. Sá kemur og fjandinn og hans árar og að vitja vandra manna verka og rangra dóma. Og utan ef mun sá dómandi koma síðir, alla hluti mun rétt dæma. Hyggið að nú herra konungur hvár eldurinn mun vera heitari og langari, þá lagður í eikistokkin gerð ofnin, eða hinn sem kveiktur í þurru limi. Nú ef þú, konungur, dæmir ranga dóma, þá mun þér orpið í þann eldinn í eikistokkin lagður, en ef þú dæmir rétta dóma eftir þínu viti, þá þó ván að þú skýrir þig í hreinsunareldi þeim af þurru limi gerð. Svá lauk Jón prestur sinni ræðu, þá mælti konungur: strítt hefur þú talað prestur, en ekki fannst það á að hann reiddist mjög við. Þá stóð upp Gísl og mælti: viltu leyfa mér, konungur, að tala lítið erindi? Konungur spurði hvern nú mælti, honum var sagt: eigi vil ég banna, segir konungur. Gísl mælti: þá tek ég þar til máls að faðir minn var veginn, váru að því verki Gjafvaldur og Þormóður. Þá var ég 6 vetra gamal, Þorvaldur bróðir minn 9. Várum við þar staddir faðir minn var drepinn. Þá mælti Gjafvaldur að okkur bræður báða skyldi drepa, en eigi karlmannlegra frá að segja, herra, að þá var grátraust í kverkur mér. Konungur mælti: drengilega hefur þú þá grátraust á brott fært. Gísli mælti: það satt að segja, herra, að ég hefi lengi í vár setið Gjafvald, og þá tvisvar mér gáfust helst færi á, virða ég til kirkjuna í annað sinn þetta verk fórst fyrir, en í annað sinn lét ég standa fyrir nónhringinn, og virði ég svá að því gefi nónhringinn mér nú líf. En kvæði hef ég ortum yður, og vilda ég hljóð hafa. Konungur mælti: hver þú ef þú vil. Hann flutti kvæðið skörulega, en ekki var þar mikil skáldskapur í því kvæði. Síðan mælti Gísl til Teits: þér hafið sýnt mig mikinn manndóm, en nú vil ég eigi leggja yður í hættu lengur, vil ég ganga á vald Magnús konungs og færa honum höfuð mitt. Ger nú sem þú vil, segir Teitur. Tók Gísl þá af sér vápnin, gekk yfir mótfjallarnar og lagði höfuð sitt í kné konungi og mælti: gerið nú slíkt af höfði mínu sem yður sýnist. Kann ég þökk ef þér viljið gefa mér og gera mig að slíkum manni sem yður sýnist fallið. Konungur svarar: ráð sjálfur höfðu þínu, en gakk inn til borðs í rúm Gjafvalds og tak þar vist og drykk og halt slíka þjónustu sem hann hefur haft áður. Geri ég þetta mest fyrir bæn Gjafvalds vinar míns, en nú gangi 8 íslenski menn til festu, en ég geri fyrir víg Gjafvalds 16 merkur gulls, skal gefast upp helmingur fyrir sakar, en sína mörk gjaldi yðvar festumanna. Þeir þökkuðu konungi og sættust að því. Þá mælti konungur til Jóns prests: vel virðist mér þitt formæli, hefur þú af Guðs hálfu talað. Vilda ég gjarna vera undir þínum bænum, því að þær munu mikill mega við Guð, því að ég trúi að saman fari Guðs vili og þinn. Hann játti konungi bæn sína, og einn dag Jón prestur gekk að stræti, mælti maður til hans: gakk inn í herbergið, Sigurður Ulstrengur vil finna þig. Hann gerði svá. Sigurður mælti: eigi veit ég prestur, nema orðin þín hafi bitið mig, því að ég sjúkur, og vilda ég að þú syngir yfir mér. Hann gerði svá og syngdi hann. Þá mælti Sigurður: mikill megu orð þín bæði hörð og góð, nú mér gott. Sigurður gaf Jóni presti góðar gjafar og skildust þeir vinir. Þessi Sigurður lét fyrst setja munklífi í Niðarhólmi og gaf þar til stórar eignir. Eftir þetta fóru þeir til Íslands, Jón prestur og Teitur biskupsson. Gerðist Teitur ágætur maður og varð skammaður, en Jón prestur varð biskup á Hólum og nú sannheilagur.